Ég heiti Sölvi Fannar. Margir komu ekki vel út úr efnahagshruninu og sumir eru ennþá í sárum. Þannig hafa þó nokkrir aðilar haft samband við mig og segjast hreinlega ekki hafa efni á því að hámarka árangur sinn í heilsurækt með því að kaupa sér þjónustu fagaðila. Þetta gengur ekki. Við vitum það að heilsan er hreinlega það dýrmætasta sem við eigum. Þar sem að ég hef starfað sem heilsuráðgjafi ansi lengi að þá tók ég mig til og skellti í eitt stykki Johnny Bravo líkamsræktarprógram sem hver sem líka þú, getur nálgast á YouTube fyrir ekki neitt. Og þar líka krækja sem hægt að nota til að prenta út þjálfunaráætlunina til þess að fylgjast með þyngdum, fjölda endurtekninga og svo framvegis. En áður en þú hyggur á líkamsrækt, þá langar mig í fyrsta lagi að minnast á að það á þín ábyrgð. Ég ætla ekki að vera lögsóttur fyrir eitthvað sem ég að gefa. Á móti að áður en nokkuð gert, þá mjög mikilvægt að fara í mælingar. Af því að ef við ætlum að geta metið eitthvað, þá verðum við fyrst að geta mælt það. Þannig að í guðanabænum farið mælingar fyrst. Það mjög algengt að maður heyri það að fólk búið að stunda líkamsrækt, heilsurækt í talsverðan tíma. Og þá talar af hverju gerði ég ekki mælingar? Af hverju fór ég ekki mælingar? Af því að það kostar mjög lítið. En á móti þá gefur það okkur mjög mikið. Vegna þess að árangur drifkrafturinn í heilsurækt. Að við ekki bara getum ímyndað okkur, heldur að við sjáum og við finnum mun á okkur. Og það ekkert flókið. En það ekki bara með það að vera með grænra mitti eða hvað svo sem Líklega kannast flestir við söguna drenginn eða stúlkuna út á götu sem sparkaði kött. Það búið að tala þetta frá því ég var krakki. En það sem gleymist oft að undanfari þess að þetta átti sér stað, þá var kannski viðkomandi aðili búinn að ganga í gegnum alls konar kjaftæði. Þannig verðum við fyrir alls konar áreiti, bara í okkar daglega lífi, og hvar best að ná sér niður á þeirri stöðu, það að sjálfsögðu í ræktinni. Þannig að ef við förum í ræktina og við höfum í huga að við erum að fara í ræktina til að láta okkur líða betur, til þess að fá meiri orku og til að fá útrás fyrir það sem að bögga okkur. Ég þekki svo til engan sem bara svona, það svo gaman að vera til, ég verð aldrei pirraður og það enginn sem að fyrir taugarnar á mér, ekki einu sinni ég sjálfur. Fara í mælingar og fara á æfingar með það hugafar að þú ert að fá útrás. Og það, í mínum huga, fyrir utan það að hafa meiri orku, njóta betur að borða, kynlífs, hvers svo sem þá það eitt það mikilvægasta. Þegar við komum út eftir að hafa varið góðum tíma í heilsurækt, getur verið bara göngutúr, hvað sem en þetta náttúrulega þjálfunarháttun sem við erum að tala að þá líður okkur svo miklu betur. Og það eins og segir á góður íslensku, þungu fargi af okkur létt. Farðu í ræktina, léttu þessu þunga fargi af þér og léttum þannig lundina í þjóðfélaginu. Við megum alveg við því. Sjáumst í ræktinni. Þjálfunaráætlunin sem við fylgjum heitir í betra form á 6 vikum. Hún hjálpar okkur að ná markmiðunum sem við setjum okkur. Settur við ekki örugglega markmið. Af því að þegar við erum búin að stunda heilsurækt í 4 til 6 vikur og við finnum og sjáum árangurinn og munin, að þá skapar það drifkraft sem miklu meiri nægur til þess að við höldum áfram að fara í ræktina. Ekki bara mætum í eitthvað sprett átak til þess að komast í eitthvað ákveðið form eða hvað svo sem heldur gerum þetta bara lífstíl. Þannig að við þurfum að gera ráð fyrir því að við notum þjálfunaráætlun, en þjálfunaráætlanir almennt
duga ekki lengur en 4 til 6 vikur. Þess vegna, eftir þann tíma, þá þarf að fá nýja þjálfunaráætlun. Og það vill svo skemmtilega til á YouTube og hér og þar er hægt að finna þjálfunaráætlanir fyrir lítið sem ekki neitt, sem að maður þarf bara að fylgja. En það er málið, að fylgja þeim. Nú byrjum við og fyrsti dagurinn sem að við notum, þá þjálfum við bak- og axlavöðva. Fyrsta æfingi sem við gerum er niðurtog með stöng að höku. Og það er að segja að höku miðað við að við séum með yfirgrip. Og við skiptum henni í 4 hluta. Fyrst gætum við þess að tækið sé rétt stillt, þannig að við höfum stuðning þá, eins og ef við erum með stuðning við fótleggina. Við náum í stöngina, setjumst niður, við erum með alveg teygt úr okkur. Og fyrsti hlutin af 4 að þá keyrum við öxlina niður, ennþá með beinan handlegginn. Annar hlutin að þá förum við með olnboga niður á síðunni og í staðinn fyrir að hugsa við sem að toga eitthvað til okkar, þá hugsum við að við sem að ýta niður með olnboganum. Við það endar átakið mikið frekar í bakvöðunum þar sem við viljum fá átakið. Ég hef stundum í gríni kallað þessi vöðva kjólvöðva, af því að kjólar eru hannaðir svona upp á við. En það vill svo til að bakvöðvarnir, þeir skapa mjög fallegan baksvip. Þannig að fyrsti hlutin öxlin niður, annar hlutin olnboginn á síðunum með því að hugsa við sem að ýta niður með olnboganum. Þriðji hlutin er að við réttum úr handleggnum aftur en þá með öxlina niðri, höldum spennun í bakvöðunum og fjórði hlutin er að þá réttum við alveg úr okkur aftur sem er í leiðinni frábær teygja. Og það er mjög gott að hugsa smá svona hreyfingu í höfuðið til þess að koma ekki spenna í hálsinn. Svo sjálfsögðu fyllum við út þyngdina undir þótt og fjölda endurtekninga undir X í þjálfunaráætluninni sem að er hægt að prenta út og krækin er á YouTube. Æfing númer 2 er axlapressa í vél. Ég er búinn að predika það í mörg ár að við viðnám sjálfun þá er mjög gott að skipta æfingunum upp í annars vegar toga, hins vegar að ýta. Og það byggir á því að ef við erum svipasterk í hvoru tveggja, þá er miklu ólíklegri að fáum álagsvandamál í axlaliðina eða hvað svo sem hluta líkamans er, vegna þess að álagsvandamál skapast mjög oft vegna þess að það er misvægi styrk, það er misvægi hreyfanleika, misvægi liðleika og ef við erum svipasterk í ít og toga, þá meir og minna jafnast það út og það kemur meðal annars út í að líkamsstaðan verður betri, bara sjálfkrafa. Munum það að líkaminn er ótrúlega fullkominn, en hann viðheldur sér ekki nema að við gefum honum ástæðu til þess. Axlapressa í vél er mjög góð leið til þess að móta axlavöðvana og hefur að sjálfsögðu líka áhrif á handleggsvöðvana, upphandleggsvöðvana. Hvort sem við gerum æfingar með lausum lóðum, í vélum, með köplum eða á hvaða hátt svo sem er, að þá verðum við alltaf að finna okkur réttu vinnustöðuna áður en við byrjum. Til þess að koma í veg fyrir álagsvandamál í axlaliðnum, sem er hreyfanlegasti liður líkamans en jafnframt svo óstöðugasti, þá mæli ég sterklega með því, sér í lagi í byrjun, að við miðum við að hnúarnir sé í svipaðri hæð og eyrnasteplarnir. Við pressum þyngdina upp í takti 1, 2 og bremsum þyngdina af á leiðinni niður 1, 2, 3, 4. Og þetta er gert vegna þess að þegar að vöðvinn styttist eins og á leiðinni upp, að þá er það mjög góð þjálfun út af fyrir sig, en það er á leiðinni niður. Þegar vöðvinn er að streitast á móti því að lengjast. Ég kalla þetta togstreitu átak í bókunum mínum. Að þá er meiri hluti árangursins að eiga sér stað. Hann er vegna þess. Og þar er líka að myndast þessi bruna tilfinning í vöðvanum sem er undanfari þess að við mótum vöðvana. Þannig að það er ekki nóg bara að sprengja þyngdina upp og hlamminu niður aftur, heldur er miklu árangursríkara að bremsa þyngdina af á leiðinni niður. Þannig við finnum okkur rétt á vinnustöðu, við höldum öxlunum niðri, byrjum með hnúana í eyrnastepla hæð það bil, við pressum þyngdina upp, stoppum á spennum í axlavöðvana, mótum þá, bremsum þyngdina rólega af á leiðinni niður, 1, 2 á leiðinni upp, 1, 2, 3, 4 á leiðinni niður og við gætum þess að við setjum alltaf liðin í fyrsta sæti. Af hverju? Vegna þess að við viljum geta gert þessar æfingar eftir 30-40 ár hérna í frá. Æfing númer 3
Nú er aftur komið að því að toga, það er róður í vél. En eins og í niðurtoginu, þá ráðleggið þér að hugsa hreyfinguna eins og sért að ýta einhverju aftur með olnboganum. Þannig eftir að þú finnur þægilega vinnustöðu í vélinni, þannig að þú getur bara hugsað það eitt að beita þér rétt, þá er að teygja sig fram og grípa í handtöngin og ég ráðlegg þér að hafa handtöngin það langt frá þér að þú þurfir að teygja þig eftir þeim. Og það er vegna þess að þá fáum við fallegri og lengri vöðva, liðurinn verður hreyfanlegri og eins er líklegra að við gerum æfinguna réttar og erum ekki að nota meiri þyngd heldur en að vöðvarnir ráða við. Og eins og í róðurhreyfingunni að þá þurfum við aðeins að hugsa að halda öxlunum niðri. Við þurfum ekki að þvinga það niður en okkur hættir til að yppa öxlum. Reyndar losnum við það að mestu leyti með því að hugsa það í staðinn fyrir að við séum að toga eitthvað til okkar, að við hugsum að við séum að ýta einhverju aftur með olnboganum. Þannig að við ýtum aftur með olnboganum, 1, 2, sköpum spennu í bakvöðunum, gætu þess að sé ekki spenna í hálsvöðunum og svo bremsum við þyngdina af og leiðinni fram aftur 1, 2, 3, 4 í fulla teygju. Frábær teygja. Endurtekist eftir þörfum. Æfing númer 4. Hliðlægir axlavöðvar. Í þessari æfingu skiptir mjög miklu máli að við séum að vinna hana eingöngu út frá hliðlægum axlavöðunum. Og til þess að ná því getur verið gott að við komum okkur hæfilega fyrir í tækinu og við byrjum að telja úr þessari stöðu hér. Og það er vanalega þannig að ef við lyftum of hátt upp með olnboganum þá fáum við spennu í herðavöðvana efri hérna, trapesiusvöðvana og alveg upp í háls. Og þetta getur valdið líka þvingu í axlaliðnum. Þannig að byrja hérna uppi þar sem við finnum eingöngu átakið í hliðlægum axlavöðunum. Og þetta neyður okkur oft til þess að byrja með léttari þyngd, en viljum við geta gert þessa æfingu í 30-40 ári viðbót. Þá er eins gott að gera hann rétt. Léttar og réttar. Og við byrjum með olnbogana þannig að við finnum átakið í hliðlægum axlavöðunum og við bremsum niður 1, 2, 3, 4 og komum upp aftur 1, 2 en þannig teljum við 1. Þannig við byrjum að telja hérna uppi og niður og 2, niður og 3. Þetta tryggir það að við mótum mikið frekar axlavöðan og ekki bara mótum hann, heldur mótum hann betur. Og þetta skiptir líka höfuðmáli upp á það að við séum ekki að valda álagi innan í liðinum eða að við fáum spennu upp í hálsinn og herðarnar. En þetta er frábær æfinga því hún gerir okkur herðabreiðari og ef við gerum hana með brjóstkassa fram og bein í baki, höllum aðeins áfram, að þá hefur þetta líka mjög jákvæð áhrif á líkamsstöðuna. Æfing númer 5. Bakföttur. Þetta er frábær æfing. Sumum finnst það leiðileg, en hún virkar rosalega vel vegna þess að við lyftum vinstri á móti hægri. Og það sem gerist þá að við vindum upp á líkamann, þó ekki sé nema lítillega í hreyfingunni, þá náum við að virkja vöðvana sem liggja þvers og kruss á milli hryggjarliðanna og kallast multifíti. Þetta eru þeir vöðvar sem eru hvað minnst þjálfaðir hjá fólki. Og þegar við þjálfum þessa vöðva, þá hefur það líka mikil áhrif upp á forvörn, upp á við fáum ekki bakvandamál. En að sjálfsögðu þetta hefur áhrif á rassvöðvana, lærvöðvana, bakvöðvana, kviðvöðvana, djúplægu kviðvöðvana. Bara spurningum að endurtaka þetta nú oft, hvort sem við gerum þetta líka á maganum eða á 4 fótum. Þetta er frábær æfing og ég mæli með því allavega að fólk prófa hana og prófi virkilega að láta hana rífa aðeins í, ekki of mikið samt, þröskuldur sem ekki gott að fara yfir, þín ábyrgð að sjálfsögðu, til þess að meta hvort hún henti. Æfing númer 6. Kviðæfingar. Þetta er mjög einföld kviðæfing, en hún er pínu erfið. Og þess vegna sýni ég hana í 2 mismunandi útfærslum. Fyrri útfærslan er þannig að við setjum fótleggina frá okkur, beygjum hnén aðeins liggjandi á bakinu, höldum höndunum við höfuðið og við reisum okkur upp. Í þessari æfingu er lykilatriði að láta kviðvöðvana bremsa líkamsþyngdina af á leiðinni niður.
Þannig að takturinn sem við töluðum áðan, 1, 2 á leiðinni upp, 1, 2, 3, 4 á leiðinni niður, það er jafnvel hægt að fara ennþá hægar niður í þessari. Og hún hefur frábær áhrif upp á að styrkja og svo framvegis kviðvegginn. Og það er hægt að líka gera hana á auðveldari hátt, þar sem við bara lyftum brjóstbakinu upp, hölduspennunni í kviðinum og förum þannig upp og niður með áherslu á það fyrst og fremst að við finnum engin óþægindi innstæðri líkamanum nema það byggist upp átak í kviðvöðunum, svona brunatilfinning sem að við höldum áfram með eins lengi og við finnum að henta líkama okkar. Ekki fara yfir þröskuldin, sér í lagi ekki á fyrstu æfingunum. Það er alltaf hægt að bæta við á næstu æfingu, en það er erfitt að taka tilbaka ef við förum yfir þröskuldin. Gerum þessar æfingar með fókus á kviðvöðuna, eins og allar æfingar með fókus á vöðvana og þannig mótum við líkamann. Eftir að hafa gert þessar æfingar í 4-6 vikur, þá vitum við nákvæmlega hvað olli breytingunum sem við erum rosalega ánægð með að upplifa. Dag númer 2. Fótleggir. Meira svo læri. En fyrsta æfingi sem við gerum að degi númer 2 er uppstig. Ég las einu svona grein við 94 ára gamla konu. Í 74 ár, eða frá því hún hafi verið 20, þá hafði hún á hverjum einasta degi, vanalega á morgnana, stigið upp á stól, eða það sem hún gat stigið upp á, 100 sinnum. Þetta var eina sem hún gerði, þetta hafði hún gert hvern einasta dag í 74 ár. Og hún leiti ótrúlega vel út, hún var heilbrigð, hún var lífsglöð, þannig að ég held að þessi æfing sé alveg góð. En í uppstigi, eins og öllum öðrum æfingum, að þá náttúrulega, ef við finnum fyrir óþægindum, ef við höfum áhyggjur af hnjánum, við erum með slæm hné eða hvað svo sem er, þá ráðfærum við okkur alltaf við fagaðila áður en við byrjum æfingunni. En Guðjón bænum ekki gera þetta ef það fylgja þessar æfingu óþægindi, ekki frekar en nokkra aðra æfingu. Við byrjum á því að tryggja að við höfum jafnvægi. Og við stígum upp, við finnum gott jafnvægi uppi og bremsum þyngdina rólega af á leiðinni niður. Þegar það er orðið létt, þá meira segja getum við gert hana erfiðari með því að hoppa pínulítið upp í lok hreyfingarinnar. En reynum alltaf að bremsa okkur þannig niður að við lendum mjúkt og örugglega. Æfing númer 2. Rass og læra æfingi vél. Eins og í öllum öðrum æfingum, þá þurfum við að finna okkur rétta vinnustöðu áður en við byrjum. Þess að við höfum stöðuleika og getum fókuserað á það að þjálfa vöðvana, þá vöðva sem við viljum þjálfa. Það skiptir máli hvort að við erum með þyngdina, í þessu tilfelli pinnan, nær táberginu eða hælnum. Og þetta á við flestar pressur. Þannig að ef að þungin er meira í hælinn heldur en tábergið, þá vanalega endar átakið meira í aftanverðum lærvöðunum og rassvöðunum. En leið og þyngdin fer að færast meira í tábergið, þá endar átakið vanalega meira í framanverðum lærvöðunum. Þannig við spyrnum þyngdin aftur, 1, 2, og bremsum þyngdin af á leiðinni fram, 1, 2, 3, 4. Æfing númer 3 er fótapressaði vél. Þar sem við erum flest missterk í hægri og vinstri hlið líkamans, þá mæli ég eindregið með því að við gerum þessa æfingu með öðrum fótleggnum í einu. Ef við finnum fyrir óþægindum í hnjánum, þá getur einfaldlega verið þessi æfing hent okkur ekki og stundum er gott, alltaf gott að ráðfæra sig við fagaðila ef við erum ekki viss sjálf. Ef við staðsetjum fótinn þar sem við viljum hafa átakið, vanalega er miðað við að hællinn sé í beinni línu út frá hnénu og við getum valið hérna annarkvort að spyrna meira í hælinn eða tábergið. Og munið það ef við spyrnum meira í hælinn, vanalega endar átakið meira í aftanverðum lærvöðunum og rassvöðunum en tábergið í framanverðum lærvöðunum. Fótleggur sem við erum ekki að nota, hann liggur beint út á milli og snertir hvergi meðan á hreyfingunni stendur. Og við getum auðvitað gert æfinguna misauðvelda eða erfiða eftir hversu framar eða aftarlega við erum með sleðan sem við liggjum á. Og það er hluti af því að finna okkur, eins og ég er búin að tala oft áður, vinnustöðu, rétta vinnustöðu
Sumum finnst gott að halda í handföngin. En við spyrnum okkur aftur, gætu þess að sé ekki spenna í hálsvöðunum, gætu þess að aftur hluti líkamans liggi alveg upp að sætisbakinu og við lyftum okkur þannig að við spyrnum okkur aftur 1, 2 og bremsum okkur í þeim takti á leiðinni fram aftur 1, 2, 3, 4. Þetta er mjög góð æfing, en lykilatriði í þessari æfingu, eins og í æfingu þar sem við skiptum á milli þess að gera með vinstri eða hægri, að ef við vitum annar hluti líkamans er veikar en hinn, þá sjálfsögðu byrjum við á veikari helmingnum. Og hjá rétthendum að þá er það oftast vinstri, hugsaði réttfætt, rangfætt. Ég held að sami aðilinn að koma með þessa skilgreiningu að vera rétthendur, sé sami aðilinn að koma með orð sem lýsir því að vera smámæltur sem byrjar á S-i. Smá grínsunum á milli. En við byrjum á veikari hlutanum og við gerum ekki oftar með sterkari helminginum af líkamanum heldur veikari getur gert. Af því annars erum við bara að ýta undir ójafnvægið. Þetta er frábær leið til þess að nota af því að við viljum forðast að við séum miklu sterkari öðru megin. Og þegar ég kom inn í styrkleikaþjálfun sjálfur, þá kom ég úr 5 leikum. Og ég byrjaði í 3 mánuði, þá þjálfaði ég eingöngu veikari hluta líkamans. Þannig er að tala ég er 15-16 ára gamall. En það kom í veg fyrir það að ég væri í misvægi og það hefur bara haldist í fínu jafnvægi síðan. Þannig að ef við byrjum á þessu, þá skiptir það miklu máli til að koma í veg fyrir vandamál síðar. Æfing númer 4, fótaréttur. El Clásico. En í þessari æfingu þá hvet ég fólk til þess að prófa að vera örlítið útskefur með við gerum hreyfinguna. Af því að það þjálfa vöðvana sem að læsa hnjánum. Það eru allt og margir sem eru ekki nógu sterkir í þeim vöðvum. Ég trúi því að það geti valdið misvægi styrk og jafnvel með áratugum að það geti valdið sliti í hnjáliðunum eða hnélliðunum. Þannig að það er lykilatriði að sjálfsögðu við erum að vinna alltaf í því að styrkja okkur fyrst þar sem við erum veikust fyrir. Og ef við finnum það til dæmis í þessari æfingu, sem og í hverri annar æfingu, að það er ákveðin útfærsla sem við erum áberandi aumari í heldur en önnur, að þá sjálfsögðu notum við það útfærslu. Það er allt of algengt að fólk sem fer að stunda líkamsrækt með keppni í fitness eða öðru í fyrirrúmi, að það vinni ekki í þeim hlutum líkamans sem eru mestu veikleikandi hjá þeim. Og eitt besta dæmi þetta eru kálfvöðvarnir, ef við komum að þeim hérna aðeins seinna. En í fótaréttunum að þá réttum við fótleggjunum, gott að prófa að vera aðeins útskefur, staðnæmust aðeins í efstahluta hreyfingarinnar, finnum spennuna myndast og höldum henni aðeins í vöðunum og bremsum síðan þyngdina af á leiðinni niður, helmingi hægar heldur upp. Gott getur verið að halda í handvöngin og passa líka að sé ekki spenna í hálsvöðunum. Æfing númer 5, fótakreppur. Lykilatriði í þessari æfingu eru við stillum búnaði rétt sem við erum að nota. Og það er gott að hafa í huga í þessari æfingu að rétta úr ristunum. Ekki að kreppa ristarnir upp í áttina að hnjánum, heldur að rétta úr þeim sem að kemur í veg fyrir að kálfvöðvarnir stili átækinu af aftanverður lærvöðunum sem að eiga vera að vinna. Við komum okkur fyrir í góðri stöðu, gætu þess að sé engin spenna nyrstaðar í líkamanum, nema það sem við viljum hafa hana í aftanverðum lærvöðunum. Við færum átaki aftur, þannig að það myndast kreppa í aftanverðu lærvöðunum, staðnæmust aðeins þar sem að spennan er mest, mótum vöðvan og bremsum þyngdina síðan helmingi hægar af á leiðinni í útréttu, heldur en áttu sér stað þegar við færum þyngdina að okkur. Þetta er frábær æfing, en það er lykilatriði að gera hana með áherslu á aftanverð lærvöðvana. Æfing númer 6, framstig, stundum kallað dauðaganga. Nei, þetta er frábær æfing, en það verður að fara varlega í þessa æfingu. Við byrjum á því að stíga fram og tilbaka. Það er önnur útgáfa þessar æfingu sem er afturstig, þar sem við stígum aftur og fram.
En hér ég að sýna framstig og þá stígum við fram og gætu þess að hællinn sé undir hnénu á fótleggnum sem að stígu fram. Og við spyrnum okkur svo aftur og endum í uppréttri stöðu. Eftir því sem við þjálfumst í þessari æfingu, þá getur verið betra og betra að hugsa hana eins og að standa einhver fyrir aftan okkur og ýta okkur fram. Og þá leyfum við okkur að detta fram og meira fjöðrum upp aftur, eins og ég sýni hér. En dauðagangan sem sagt þegar við tökum hvert skrefið á fætur öðru, bara í beina línu fram. En þetta sem sagt æfingi sem hefur valdið því að fólk, sérstaklega þeir sem þurfa að gera bæði númer 1 og 2 sitjandi, hafa verið að lenda í verulegu veseni með. Því að maður getur orðið þannig að maður varla getur sest. Eins og ég hef sagt áður, það er mjög auðvelt að bæta við á næstu æfingu, en það er mjög erfitt að taka tilbaka ef við förum yfir strikið. Þannig að byrjum rólega, gefum líkamanum fyrirvara og aðlögunartíma og þá endum við með það sem við vildum. Æfing númer 7, kálfar. Og við notumst við stiga einfaldlega. Þannig að það er hægt að gera þessa æfingu eins og framstigið, þá er hægt að gera þessa æfingu hvar sem er. Og ég hvet fólk eindregið, ef þú átt ekki kort í líkamsrætti eða eitthvað í þá áttina, að gera þessar æfingar eins og framstigið og kálfana. Það eru áætlaðir 5 lítrar af blóði í mannslíkamanum. En það er jafn mikið, hugsanlega meira, af sogaðavökva heldur en af blóði. Og sogaðavökvinn, þetta er það kerfi sem tekur við megninu af eiturefnunum, að því líkaminn að vissu leyti eins og efnaverksmiðja, og meira segja þegar allt í lagi, þá hann að framleiða aukaafurðir. Hann að framleiða úrgangsefni, niðurbrotsefni og svo framvegis. Og sogaðavökvinn tekur að miklu leyti við þessu, en hann streymir bara í aðra áttina. Og þar sem þyngdaraflið alltaf að þrýsta okkur niður, þá fólk að lendi því að sogaðavökvinn safnast fyrir í kálfunum. Og þetta frábær æfing til þess að koma hreyfingu og sogaðavökvann. En það sett í gegnum þessar hreyfingar, það í gegnum sterklegar, ryþmískar sem lengstar hreyfingar eins og göngu og jafnvel kraftgöngu sem að við komum sogaðavökvanum á hreyfingu sem og við þessa djúpu þindaröndun eins og við verðum að leggja áherslu á meðal annars í jóga. Og við förum alveg upp og finnum krepp í vöðunum, bremsum þyngdina af á leiðinu niður í hæfilega teygju. Við getum aukið hana vanlega eftir sem að vöðvinn, liðböndin, siðnarnar og svo framvegis hitna og förum svo upp aftur í þessum takti eins og við verðum að tala 1, 2 á leiðin upp, 1, 2, 3, 4 á leiðinu niður. 8. æfing, innanlæra vöðvar. Það eru 650 vöðvar í líkamanum. 19 af þeim eru í mjöðmunum. Það allt of algengt að mínu mati að fólk sé að lenda í vandamálum með bakið og mjaðmirnar, tíð til dæmis skipti á mjaðmaliðum og annað, vegna þess að það í grunninn ójafnvægi. Það getur verið misvægi í styrkleika og liðleika, hreyfanleika og svo framvegis. Þess vegna mæli ég með því að við notum þessa æfingu sem og allar aðrar æfingar sem tækifæri til þess að auka hreyfanleika líkamans. Og það vill svo til að þessi mjög góð til þess að auka hreyfanleika mjaðmaliðanna. Þá lykilatriði að nota ekki of mikla þyngd, sér í lagi til að byrja með, bæði að nota að setja beinn í baki og að setjast aftur, eins og skýringamyndirnar á tækjunum sýna mannalega. Og þetta eykur hreyfanleika og gefur okkur styrk, og flestir finna það þegar þeir setjast upp og eru beinir í baki og gera þessa hreyfingu, að þeir eru ekki eins sterkir í þeirri útgáfu æfingarinnar eins og að halla sér aftur, að stóru leyti vegna þess að líkamann orðinn vanur hinn. Þannig við viljum pínulítið ná einhverju framþróun og af hverju ekki að nota fleira en eina útgáfu af hverri æfingu. Það engin ein útgáfa rétt, en það getur hins vegar verið einhver ein útgáfa sem hentar okkur best.
En það að gera að prófa mismunandi útgáfur af æfingunum. Þegar við setjumst niður, þá getur verið gott að setja í standandi stöðu, setja fótleggina út, setja hælana í ytri pinnana eða innri ef við erum lágvaxnari og láta okkur síga niður. Þannig að láta líkamsþyngdina síga niður eftir sætisbakkinu og endum þá í þessari vinnustöðu sem við ætlum að vera í tækinu. En að sjálfsögðu líka hægt að nota bara þessi handföng sem að hjálpa okkur að stilla armana. En þeimun utar sem við getum verið án verulegra óþæginda, þeimun liðugri verðum við í hreyfingunni. Og þetta á vanalega við styrkleikaþjálfun, viðnámsþjálfun, að þeimun lengri sem við getum gert hreyfingarnar, þeimun lengri og fallegri verða vöðvarnir og einnig eru liðirnir oftast heilari fyrir vikið. Af því að þá erum við að nota örlítið minni þyngd heldur við getum lyft með því að vera í einhverju lóðaskaki, stuttar hreyfingar þess að við erum að rykkja fram og tilbaka miklu meiri þyngdum. En þetta er kannski fyrir lengra að koma, en fínt að hafa þetta í huga. Þannig að við förum alveg sundur, finnum fulla teygju, förum saman, staðnæmumst það sem að hnén eru saman, spennum vöðvana, bremsum þyngdina af, rólega á leiðinni sundur, helmingi hægar heldur við fórum saman, alveg í ystu stöðu og endurtökum það svo fram og tilbaka. Sama á við æfingunum með 9, sem er utanlægra og rassvöðvar. Að við prófum bæði að setja bein í baki, jafnvel að halla örlítið fram, sem og að setja aftur. En hérna þá þrýstum við sundur örmunum, stoppum, finnum spennu og bremsum þyngdina svo rólega af að leiðin tilbaka. Ef við gerum þessa æfingu, þannig að við sitjum bein í baki jafnvel höllum áfram, þá sýnist mér það og finnst sjálfum að það hafi frekar áhrif í þá áttina að búa til þennan kúlurass sem að flestir eru að sækjast eftir að fá. En ef við liggjum aftur, að þá breyti það aðeins átækinu og allavega persónulega þá finnst mér það ekki virka eins vel. Og það vill svo til að flestir af þeim sem ég fengi til þess að prófa þá útfærslu eru sammála mér. Þannig að endilega prófa hana. Langa hreyfingu fyrir með langt sundur og við komumst, við stoppum þar, höldum spennunni, mótum vöðvana og látum það svo virkilega hafa fyrir því að bremsa þyngdina af leiðinni fram og endurtökum þetta svo eins og líkama okkar samþekkir. Æfing númer 10. Þetta er kviðæfing sem er afbrigða æfingu sem mikið notið í fimleikum. Og við sláum í áttina tánum, jafnvel í tærnar, eða ristina, fram og tilbaka, höldum spennunni í kviðvegnum, þetta er frekar hreyfing, fram og tilbaka, fram og tilbaka, fram og tilbaka, leitumst við að lyfta upp bæði sem mest rassinum eða rófubeininu og því svæði, sem og brjóstbakinu. Og höldum þannig bara hreinni og klárri spennu á kviðunum og hömrum bara á þeim þar til við finnum þennan bruna sem við erum að sækjast eftir. Flestir geta gert þessa æfingu. En að sjálfsögðu, ef við finnum fyrir óþægindum við að framkvæma hana, að þá finnum við einhverja aðra leið, aðra æfingu eða aðra leið til að beita okkur í þessar æfingu þannig að endi bara í kviðvegnum. Dagur númer 3. Brjóst og handleggsvöðvar og sjálfsögðu kviður. Fyrsta æfingin er brjóstpressa. Þetta er mjög góð æfing til þess að móta brjóstvöðvana og auka styrk axlarliðina í þessu átaki. Við byrjum á því að sjálfsögðu að finna okkur hæfilega vinnustöðu. Við komum handtökunum í rétta stöðu. Við erum ekkert endilega að pressa handtökin of mikið aftur til að byrja með, sér í lagi. Og við notum brjóstvöðvana, aftanverða upphandleggsvöðvana til að spyrna þyngdina af stað, finnum góða spennu í brjóstvöðvunum, gott að meta það að þessi ekki spenna í hálsinum eða hreyfa höfuðið aðeins til hliðina, bremsum því að þyngdina rólega á leiðinni aftur, eins langt og við treystum okkur til að það sé óþægilegt einhvers staðar, höldum átakinu í brjóstvöðvunum og förum það bil helmingi hægar tilbaka heldur við fórum fram. Æfing númer 2. Tvíhöfðakreppur í vél. Byrjum á því að finna okkur góða vinnustöðu. Við grípum handföngin
og við gætum þess að axlirnar yppist ekki upp og við séum ekki að skapa of mikla spennu í olnbogaliðin. Drögum þyngdina að okkur, fáum góða spennu í tvíhöfðan og bremsum síðan þyngdina rólega af á leiðinni fram, látum vöðvan hafa fyrir að streitast á móti lengingunni, en gætu þess að sama tíma að sé ekki spenna í hálsinum. Og við tökum 1, 2 á leiðinni aftur og 1, 2, 3, 4 á leiðinni fram. Æfing númer 3 er flug í vél. Við grípum handföngin og eins og sést á æfingunni að þá er ég með opna lófana. Ég mæli með því að fólk sé frekar með opna lófana heldur en lokaða, að því við breytum beitingun í leið og við kreppum utan handfangin. Og ekki þetta endilega sýrilega til að byrja með, að byrja eitthvað allt aftarlega, heldur að byrja í stöðu sem er góð vinnustaða. Við erum með handföngin og handleggina í svipaðri hæð og axlirnar, gott að hafa örlítið bogna olnbogana. Við færum svo handföngin saman þar sem að þau leggja saman, spennum í efsta hluta brjóststöðuna. Þetta er frábær æfing til þess að móta, fá þessa fallegu línu hérna alveg í efsta hluta brjóststöðuna og bremsum síðan þyngdina af og leiðinni tilbaka 1, 2, 3, 4. Æfing númer 4. Þríhöfða pressa í vél. Þetta er mjög góð æfing til þess að móta aftanverða upphandleggsvöðvana. Margir vita það ekki, en aftanverðir upphandleggsvöðvarnir eru 2/3 af ummáli upphandleggjanna. Þannig að ef við viljum breyta ásýnd axlana niður í upphandleggi, þá er lykilatriði að þjálfa þríhöfðan. Allt og margir eru uppteknir af því að þjálfa tvíhöfðan. Hann er bara 1/3 af ummálinu. En þríhöfðin liggur líka upp í axlaliðin og aftur í herðablað, þannig að þjálfa hann á réttan hátt getur þannig haft jákvæð áhrif á hreyfanleika og styrk axlaliðina, sem eins og ég minnst á áður eru óstöðugasti en hreyfanlegasti liður líkamans, og að líkamsstaðan verður betri. En við getum notað margs konar grip, og það er að sjálfsögðu hægt að gera þetta líka bara á brún, á bekk, á einhvers konar brík, þar sem við setjum bara hendurna niður. En það er gott að prófa mismunandi grip, að því að vöðvinn er kallað þríhöfði af ákveðinni ástæðu og það breytir því hvar átakið endar í vöðvanum, hvernig við höldum, hvernig við snúum höndunum. Þannig að það er að gera að prófa að breyta til með það. En við pressum niður, stoppum, staðnum niðri, pössum að axlirnar séu niðri, fókusinn er í þríhöfðanum og við bremsum síðan þyngdina helmingi hægar af leiðinu upp í stöðu sem er ekki óþægileg fyrir axlirnar, olnbogann eða annað, en þó ekki spenna í hálsinum, og förum svo aftur niður, pressum í vöðvan, alltaf fókusinn í vöðvanum. Við viljum móta vöðvan, við viljum vita eftir þessar 6 vikur hvað olli þessari breytingu sem við sjáum á líkama okkar. En munum, gott að fyrir mælingu, ummálsmælingu, fitumagnsmælingu, allt það. Ég bara minnast að því að skipta miklu máli. Æfing númer 5. Tvíhöfði í vél með kapli. Þessa æfingu er hægt að gera með alls konar handföngum og ýmsum útfærslum. Við getum haldið með höndunum yfir, við getum haldið með höndunum undir, við getum notað stöng, við getum notað kaðal eins og ég sýni hérna eða síðar. En lykilatriði er bara það að við höldum átakinu í tvíhöfðunum og það er gott að við fyrst finnum hæfilega og sem þægilegasta vinnustöðu þar sem við erum stöðug og getum fókusera á það að þjálfa vöðvan sem við erum að þjálfa í æfingunni. Og við lyftum handföngunum upp, stoppum, kreppum vöðvana, bremsum þyngdina rólega af á leiðinni niður. Og það getur verið gott við og við að skipta grip. Stundum að halda með gleiðugripi, eins og ég sýni hér, og svo á móti líka að prófa að halda með þrengargripi, að hvorttveggja á stöng. En að sjálfsögðu þá var hægt að gera þetta að sama skapi með kaðli. Þá hefur æfingin aðeins meiri áhrif í framhandleggsvöðvana, en mjög góð æfing, og ef við erum ekki að rykkja fram og tilbaka með einhverju þyngdu sem við varla ráðum við, þá er þetta mjög góð æfing til þess að móta vöðva í öxlunum, handleggjunum og kemur á svona alhliða styrk. Þá er það æfing númer 6. Þríhöfða pressa í vél með kapli.
Þetta er mjög góð æfing til þess að móta aftanverðu uppallegsvöðvana, þríhöfðana eða tricep vöðvana. Þessa æfingu er hægt að gera bæði með beinni stöng en líka með kaðli. Og þegar við gerum með kaðli þá er mikilvægt að hnúarnir snúi að gólfinu þegar við réttum úr handlegginum. Og svo bremsum við þyngdina rólega af og leiðin upp, gætu þess að axlirnar séu niðri og ekki sé spenna í hálsinum. Fyrir niður, stoppum, spennum þar sem að átakið er mest í þríhöfðunum, gætu þess að axlirnar séu niðri, engin spenna í hálsinum og svo bremsum við rólega upp, helmingi hægar heldur við fórum niður. Upp í stöðu sem er ekki óþægileg fyrir axlirnar, olnbogana eða aðra hluta líkamans. Þá er það æfing númer 7 sem er síðasta æfingin í þessu prógrami. Fyrir utan að sjálfsögðu liðleika þjálfun og fyrir utan að setja sér markmið og fyrir utan að fara í mælingar og fyrir utan að fá útrás í æfingunum og svo framvegis. Þessa kviðæfingu er mjög gott að gera, byrja mjög rólega og við reynum að lyfta brjóstbakinu frá gólfinu og við reynum að halda eins mikið og hægt er rassinum eða mjaðmagrindinni upp á móti. Og það er ekkert endilega að það í raun lyftist rassin upp, en við hugsum eins og að rassin sé að lyftast upp. Og þetta er til þess að virkja allan kviðvegginn. Og við höldum herðablöðinu frá, höldum brjóstbakinu frá, við bremsum rólega með öðrum fótleggnum niður og upp, hinum niður og upp og við hugsum þetta eins og annað. Við förum 1, 2, 3, 4 niður og svo 1, 2 upp, 1, 2, 3, 4 niður og 1, 2 upp. Byrja því að gera hreyfinguna stutta, þannig að fótleggirnir bara rétt hreyfast niður, en við getum síðan bætt við og farið lengra niður, en alltaf með þennan fókus þrýstum mjóbakinu niður og reynum að hugsa þetta eins og sem að lyfta rófubeinin upp frá undirlaginu. Þetta er geggjuð æfing, en gefa sér tíma til þess að fara rólega af staðinni og leyfinni að verða eiginlegri í framkvæmd. Áður en við hefjum ástundun heilsuræktar eða hvers sem er, þá þurfum við alltaf að hafa í huga að við tökum ábyrgð á okkur sjálfum. Og það á að sjálfsögðu við þessa þjálfunaráætlun líka. Þannig ég ætla að biðja þig að ef við einhverjar æfingana að þú finnir fyrir óþægindum, ekki að gera æfinguna og frekar að leita til fagaðila sem er mjög góð leið þegar við erum ekki alveg viss hlutina sjálf. Við verðum að geta gert þetta á eigin ábyrgð, af því að ef við gerum þetta að fullu og öllu á eigin ábyrgð, þá getum við líka eignað okkur heiðurinn af árangurinn. En það er mjög góð leið að anda í sama takti og við stundum viðnámsþjálfun eða stunda viðnámsþjálfun í sama takti og við öndum. Svo bara spurning hvernig við lítur á þetta. En að hafa öndunina sem mest djúpa alveg niður í þindina. Og það hefur margþætt heilsufarsleg jákvæð áhrif. Bara það að anda niður í þindina eitt og sér hefur mjög mörg jákvæð heilsufarsleg áhrif. Þannig að anda eins og við stundum viðnámsþjálfun og þá er öllu jöfnu betra að anda þegar vöðvinn er að kreppast, þegar hann er að styttast, þegar við erum að ýta frá okkur eða þegar við erum að toga til okkar. Þegar við stundum viðnámsþjálfun, þá getur verið gott að styðjast við, með áherslu á styðjast við, fyrirfram ákveðin fjölda endurtekninga. Og grunnurinn er að gera 3x10 eða 3x15, en það verður alltaf að hafa í huga hversu ólík við erum. Sumum hentar einfaldlega betur að hlaupa lengri vegalengdir heldur en öðrum og oft endurspeglar vaxtarlag þeirra það. Að sama skapi að þá hentar sumum öðrum betur að stunda styrkleikaþjálfun heldur en að hlaupa langhlaup. En það er ekki þar með sagt að við getum ekki grætt á því að gera hvort tveggja. Fjölbreytt þjálfun er undirstaða þess að við fáum ekki leið á þessu, að við höfum gaman af þessu áfram.
Þannig að við þurfum að prófa okkur áfram. Og getur vel verið að þú prófið þessa þjálfunaráætlun og komist að því að þér finnst miklu skemmtilega að dansa eða stunda sjálfsvörn íþróttir eða bara fara út að ganga eða synda. Hvað svo sem það er. Gerðu það sem hentar þér. Þannig að 3 sinnum 10 getum við notað sem viðmið, 3 sinnum 15, það er að segja af hverri æfingu, en prófaðu þið bara áfram. Leyfðu þér að stunda þetta á þínum forsendum. Það er mjög algengt til dæmis að það séu einhverjum hóptímar eins og spinning, þar sem fólk fer inn í tíman. Ég hef kennt fleiri 100 spinning tíma sjálfur, þannig ég nota þessi dæmi, því ég þekki það mjög vel. Og fólk kemur inn og það fylgir leiðsögn leiðbeinandans í einu og öllu og fer síðan út og ælir í miðjum tímanum. Fylgdu þinni rödd. Ég vona innilega að þessi þjálfunar áætlun virki eins og hvati fyrir þig. Ekki bara hvati, heldur eins og vogarstöng og komið þér af stað áleiðis þang sem þig langar að fara. En þó að þessi þjálfunaráætlun sé byggð á áratuga reynslu, þá virkar hún ekki raskat nema þú gerir þetta. Af því að það er eitt að vita, annað að gera. Fara í mælingar. Setja sér raunhæf markmið. Þar með talið með mataræði. Ekki að gera óraunhæfar kröfur til þín. Gerðu ráð fyrir því að þú munt gera mistök. Það er engin fullkomin og það besta er það þarf engin að vera fullkomin. Mín nálgun á því, bara svo ég kom aðeins með eitthvað frá mér, frá mínu brjósti, leið og ég ætti að fara að dæma aðra, þá yrði ég leið að fara að dæma sjálfan mig. Það er ekki það að gerast. Að við þurfum bara að leyfa okkur að taka þetta á okkar hraða, gera þetta hægt og rólega lífstíl, setja sér strax það markmið að vera ennþá að þessu að ári liðnu. Af því að annars er hætt við því að þetta verði bara eins og enn eitt áramótaheitið eða hvað svo sem að við ætluðum okkur að gera, en sýndum okkur svo sjálfum aldrei þá ást, virðingu og þakklæti í verki að gera eitthvað í því. Sjáumst í ræktinni.